laser skurðavél, vínilskeri og þrívítar prentari lesa PDF-skjöl. Þess vegna þarf að vista skjal sem unnið í Inkscape sem PDF-skjal áður en það flutt yfir í þessi tæki til þess að vinna frekar úr þeim. Hér er ég með teikningu í Inkscape og ég verði að tryggja það áður en ég vist hana sem PDF ef ætlunin að gera hana í laser eða vínil að tryggja það að allar skurðalínurnar séu rauðar, hárauðar. Ég vel formin, ég vel skurðalínurnar og í stroke paint þá hef ég rauða alveg á fullu. Rauðarásinn í 255 og það má sjá að allar skurðalínurnar eru rauðar. Stroke style, þá þarf ég að tryggja það að línurnar séu í millimetrum 0,02. Þá virðist eins og það sé ekkert í skjalinu en línurnar eru þarna, það eru bara mjög mjóar og þess vegna sjást þær illa. En þetta sem sagt skipun fyrir laserinn sem segir honum að hann að skera þessar línur. Þær eru rauðar og þær eru 0,02 mm á þykkt. Nú þá komið að því að vista þetta og þá fyrir hér í file. Ég get valið save as eða save a copy, skiptir í raun og veru ekki öllu máli. Smelli hérna á save a copy og ég vel PDF skráasnið, Portable Document Format, ISO skráasnið. Ég gef skjalinu nafn og ég geri save. Í glugganum sem birtist þá hef ég stillingar og þar hefur ágætt að hafa rasterized filter effects. Ef að það text í skjalinu þá getur verið gott að hafa convert text to paths og ef það engar myndir, engar ljósmyndir eða teikningar eða slík svona bitmap myndir þá resolution for rasterization og allt í lagi að hafa það 90, annars getur það farið upp í alveg milli 500 og 600 og hér hef ég tvo möguleika. Use Documents Page Size eða Use Exported Object Size. Ég ætla að velja hinn síðarnefnda því að þá verður stærðin á skjalinu bara hlutirnir sem ég að flytja út. Annars það stærðin á öllum vinnuskjalinu sjálfu. Þannig að nú ég bara að flytja út þessar tvær hliðar. Nú bleed margin, þetta svona spássíða, það alltaf að hafa kannski 1 mm og svo ger ég OK og þá skjalið vistað á PDF sniði og ég get sett það inn í laserinn eða vínilskera.